Komið sæl og velkomin í hádegisviðtal markaðarins. Að þessu sinni tölum við Ragnar Guðjónsson sem sparisjóðsstjóri í BYR. Velkomin. Ragnar, það heldur betur búið að vera mikið að gera hjá okkur á undanförnum dögum. Jú, maður segja það á undanförnum mánuðum, því að maður lítur bara kannski 12-18 mánuði aftur í tíman að það var mikið búið að gerast. Það var nú í apríl í fyrra þar sem sameiningarviðræður fóru á stað milli Sparisjóðs Vélstjóra og Sparisjóðs Hafnarfjarðar og sem enduðu síðan 1. desember í að sjóðirnir runnu saman í einn sparisjóð sem nú BYR sparisjóður. Og síðan núna á vormánuðum þess árs og þá hófust sameiningarviðræður við Sparisjóð Kópavogs og þeim er núna viðræðanum er lokið, stofnfjárráðinu er nú þegar samþykkt samrunan og við bíðum eingöngu eftir fjármálaeftirlitinu og samkeppniseftirlitinu. Og síðan núna í síðustu viku þá var ritað undir samruna áætlun milli BYRs og Sparisjóðs Norðlendinga. Þannig að það er sannlega búið að vera nóg að gera. Já. Er einhverja líkur fyrir því að þetta ná ekki í gegn? Nei, ég sé enga líkur á því að þessu verið hafnað. Já. Tilgangurinn, hvað eru þið að gera með þessu? Tilgangurinn er sjálfur sér bara mjög einfaldur. Það er að búa til öflugan og sterkan sparisjóð. Það er í þrennum tilgangi fyrir viðskiptavinni fyrst og fremst og fyrir starfsfólkið og fyrir stofnfjáreigendur líka. Hvers vegna núna? Já, hvers vegna ekki? Það er búin að vera mikla breytingar í fjármálaheiminum á Íslandi, rauninni sem eiga rætur að rekja til þegar ríkisbankarnir voru einkavæddir og búin að vera mikil þróun síðan og bankarnir hafa stækkað, samkeppnin hefur aukist og við viljum vera þáttakendur í því. Já. Framtíðin í þessum málum, ætlið það sameinast öðrum? Það er í rauninni eftir að koma í ljós. Ég gerir ráð fyrir að sparisjóðum á Íslandi mun fækka og þá með sameiningu. Eru þið að horfa til einhverja sérstaka? Nei, ekki svo staðar í dag. Nei, allavega ekkert sem þú getur sagt frá? Nei, einmitt. Sagan, þetta er náttúrulega, sparisjóðirnir hafa verið fjölmargir og náttúrulega út all land. Hver er svona saga þessara stofnunar? Já, Sparisjóður Vélstjóra, ég er búin að vera hérna að vinna hjá Sparisjóður Vélstjóra í 11 ár og ég þekki þess sjóðs best. Hann er stofnaður 1961 og hefur vegnað einstaklega vel allar götur síðan. Nú Sparisjóður Hafnarfjarðar, hann er stofnaður 1902, þannig að hann hefur lengri sögu og almennt má segja Sparisjóðum á Íslandi að þetta eru gamla stofnanir margar hverjar og hafa átt góðu gengi að fagna í gegnum tíðina og hafa alltaf verið í mjög nánum og góðum samskiptum og samböndum við sína viðskiptavinni. Myndirðu segja að ég hefði rétt fyrir mér ef ég segði að þetta hafi hingað til verið svolítið gamaldags stofnanir og er það kannski þá ástæðan fyrir því að þið eru að reyna uppfæra þetta fyrirtæki? Já, ég myndi nú ekki segja að það væri gamaldags en vissulega kannski svolítið íhaldsamar og aðra reglur gildu þar? Jú, það eru önnur lög sem gildu sparisjóð heldur en venjuleg fjármálafyrirtæki og ég myndi frekar segja að við höfum svona haldið í gamlar og góðar hefðir gegnum tíðina og við höfum ræktað tengslin við okkar viðskiptavinni á mjög góðan og íhaldsaman hátt og það er ekkert nema jákvætt það og það hefur bara sýnt sig í öllum könnunum hingað til að sparisjóðirnir hafa skarað fram úr hvað þetta varðandi góða og persónulega þjónustu til viðskiptavina. Já. Og það eru einmitt margir af þessum viðskiptavinum sem eru svolítið hræddir við það að nú þegar þeir eru að hlaupa fram og vilja náttúrulega vera með hinum stóru bönkunum að þetta munir svolítið hverfa. Jú, það er bara mjög eðlilegt að menn horfi til þess og það er eitthvað sem við þurfum að passa og við höfum smá reynslu með okkur núna eftir samruna Sparisjóðs Hafnarfjarðar og Sparisjóðs Vélstjóra að viðskiptavinir okkar fundu mjög lítið fyrir þeim samruna en það lögðum við mikla áherslu á þegar við vorum að undirbúa samruna að viðskiptavinir myndu ekki finna fyrir einu hvað þetta varðar. En verður þá fókusin þegar við horfum fram á verður fókusin ennþá á einstaklinga eða ætlið þið að fara meira þessa leið sem að stóru bankarnir hafa verið að fara bæði í útrásinni og að stækka og eflast einmitt í útlöndum? Jú, við munum líkjast bönkunum meira og meira, það er engin spurning, það verður þannig en við munum að sjálfsögðu sjá að rækta garðinn okkar vel og það sem grunnurinn okkar og það eru einstaklingsviðskiptin og við höfum nú þegar stór elt hjá okkur fyrirtækjaviðskiptin og munum gera það meira og við erum nú þegar farin að horfa til verkefna í útlöndum bæði með viðskiptavinum okkar og sem og okkar eigin
Við sjáum fullt að tækifæri þar og sjáum að við getum vaxið í útlöndum á svipaðan hátt og bankarnir hafa verið að gera. Hvað getur þú sagt Æsbank sem að nú hafið þið selt hluti ykkar í þeim banka? Hvers vegna var það? Já, við seldum okkur niður, höldum ennþá reynda 4% eftir. Þetta rauninni hluti af nokkuð löngu ferli, hluti af stefnu út Æsbank að opna eignarhaldið og það kom í rauninni að því núna. Það var nýbúið að halda hluthafafund í Æsbank og þar sem eignarhaldið var rauninni opnað og gert á öðrum kleift að eignast hlut í bankanum og við tókum ákvörðun að selja. Ástæðan fyrst og fremst hluti af þessu ferli og síðan það að samband okkar við Æsbank hefur verið að þróast núna í gegnum tíðina í þá átt að bankin ekki lengur mjög náinn samstarfsaðili, heldur hann í rauninni bara eins og fjárfestingarkostur í okkar huga, vegna þess að við höfum stækkað og við þurfum ekki lengur á bankanum að halda eins og við þurftum hérna áður fyrr. Bankin hefur í rauninni séð fyrst og fremst erlenda lánsfjármögnun fyrir sparisjóði. Við sjáum alla erlenda lánsfjármögnun hjá okkur núna bara sjálf og þetta er svona liður í þessu ferli að gera okkur sjálfstæðari og óháðari og byggja okkar rekstur á eigin forsendum. Nú eru þið að fara á hlutabréfamarkaði, er það ekki? Það hefur reyndar ekki verið ákveðið neitt í þeim efnum en við erum að skoða hlutafjárvæðingu sparisjóðs. Já. Hver heldur að líklega niðurstaðið því máli verði? Já, hún liggur nú eins og segja ekki fyrir og ég vil nú kannski ekkert spá það hver niðurstaðið verður en við sjáum að það hafa aðrir sparisjóðir farið þessa leið og að fara þessa leið og ég tel nokkuð einsýnt að við, ef allt gengur upp eins og við vonumst til að þá munum við fara og verða hlutafélagasjóður á næsta ári. Já. Hverjir eru svona helstu kostir þess? Helstu kostir eru það auðveldar okkur aðganga fjármagni, það er kannski fyrst og fremst helstu kosturum við hlutafjárvæðst. Þetta er í rauninni bara hvaða form við viljum vinna við og hlutafélagsformið hentar betur fyrir fjármálafyrirtæki, til dæmis ef við viljum stækka hratt og þurfum að ná í peningin á markaði og svo framvegis, að þá auðveldar þetta okkur til muna að vera hlutafélagasjóður heldur en venjulegur sparisjóður. En ekki góða líkur á því að nú hafa sparisjóðunni kannski verið svolítið fyrir hinum stóru bönkunum, eða sem sagt stóru bönkunum, ekki svolítið líkur á því að bankarnir kaupi ykkur og innleiði ykkur í sína starfsemi og kannski þegar framsækir að þá leggið þeir ykkur bara niður eða hvernig sér þau mál fyrir þér? Það er eiginlega bara í höndum okkar sjálfur að sjá að svo verði ekki. Já. Og við persónulega er ég ekki hræddur það að það muni gerast. Auðvitað veit maður aldrei hvað framtíðin ber í skauti sér en við erum á þeirri leið allavega að búa til og byggja upp mjög öflugt og sterkt fjármálafyrirtæki á Íslandi fyrir viðskiptavini okkar áfram og einnig fyrir starfsfólkið. Með stærra fjármálafyrirtæki og öflugra þá getum við boðið viðskiptavinum okkur betri kjör og meira vörúrval og við getum einnig boðið starfsfólki okkar tryggja starfsumhverfi og vonandi stofnfjárhafa eigendum einnig betri ávöxtun á sitt fé. En ekki reynda líka sko ef að þetta myndi gerast sem náttúrulega ekkert óhugsandi að þetta myndi gerast að þá myndi þeir byrja að þá myndi menn til að hagræða rekstri myndi menn kannski loka litlu útibúunum út á landi og menn hafa verið svolítið hræddir að það myndi gerast. Fólk sem býr út á landi því að þetta er kannski ekki beint að skila miklum tekjum. Nei, ég er alveg sammála því. Það getur verið hætt á því vegna þess að það er nú sýnt sig að útibúarekstur hefur ekki verið að gefa neitt sérstaklega vel af sér. En eins og allavega í tilfelli Byrs að þá erum við ekki með mörg útibú. Við erum staðsettir á höfuðborgarsvæðinu eins og og með samruna við Sparisjóð Norðlendinga þá mun bætast við útibú fyrir norðan á Akureyri. Og ég sé ekki að við séum að fara að skera neitt niður hjá okkur, þvert á móti, við erum þá frekar meira að byggja upp og fjölga starfsfólki og efla útibúinnet okkar. Já, þannig það myndi standa til að fjölga útibúum. Já, það myndi frekar standa til heldur að minnka þau. Reyndar á meðan allir aðrir, stóru bankarnir eru frekar að fækka útibúum og efla þau sem fyrir eru. Já. Þeir myndi fara hina áttina. Já, útibúin hafa náttúrulega verið að breytast og þeim hefur verið að fækka. En þau hafa einnig verið að eflast þessum fyrir og við myndum fara sömu leið.
hvað þetta verður. Þar sé við þurfum ekki að fækka en við munum efla útibúið okkar. Já. Hvernig sérðu svona framtíðina fyrir þér? Þú segir að þið viljið í útrás og elta stóru fjármálastofnanirnar þannig. Hvernig sérðu þetta fyrir þér? Já, við viljum náttúrulega, við erum í sjálfu sér ekki að elta aðra en við erum allum að byggja þetta á okkar eigin grunni. Við höfum okkar hugmyndur hvernig við getum stækkað og gert sparisjóðinn enn öflugur heldur en í dag. Já. Og þetta eru svo sem hefðbundnar leiðir og þekktar, við erum ekkert að finna hjólið upp í þessum efnum. Við erum að sjá fram að við getum byggt upp ákveðna starfsemi erlendis. Við búum að mikilli þekkingu hér á ýmsum sviðum sem við getum og teljum okkur geta nýtt á erlendri grundu. Já. Þannig að hver er sérþekkingun og hvert myndið þið leita? Já, við myndum leita til nágrannaþjóða okkar eins og Danmerkur, Svíþjóðar, Noregs og einnig niður til Bretlands. Og við erum þar nú þegar farnir að leggja grunninn að ákveðinni starfsemi þar til þess að efla og byggja upp til framtíðar. Er það í samstarfi við einhverja? Það er í samstarfi við, já, erlendra aðila þar niður í London. Þetta er fyrirtæki sem við keyptum 34% í og heitir Shelly Oak. Þannig að þetta eru Bretar sem áttu það fyrirtæki og sérhæfir sig í messanning fjármögnun eða millilagsfjármögnun fyrir íbúðarhúsnæði. Og við stofnum þetta eða keyptum okkur inn þetta fyrirtæki nú í janúar og það hefur gengið alveg einstaklega vel sem að vera ári og runni langt fram á áætlunum okkar. Við erum ekki nærðu því komin eins langt og bankarnir, viðskiptabankarnir. Þannig að þetta mun taka tíma allt saman en við erum hvergi bangnir. Framtíðin björt? Framtíðin er bara mjög björt, já, fyrir bæði sparisjóðin í landinu og fyrir Byr sparisjóð.